Nú ætlum við að skoða lausn á dæmi 9 í kafla 14.5 og þar erum við að heilda sínus af pi y þriðja yfir hlutin sem píramidi með hátpunta 0,0,0, 0,1,0, 1,1,0, 1,1,1 og 0,1,1. Þannig að fyrsta sem að gera er að sjá fyrir sér hvernig þessi píramidi liggur í rúminu. Og hérna ég búin að reyna að teikna upp. Ég búin að teikna upp þessa punta í planið, í rúmið og tengja það. Þannig að við erum með píramidi sem liggur hérna hlið. Svo að botnin á honum þessi hérna, þar sem að y-hlutin alltaf 1 og toppurinn hérna í 0,0,0. Ég pröfa reyndar að teikna þetta líka í matla, það er kannski aðeins skýrara. Þá getur maður alltaf að snúa þessu svona á ýmsan hátt. Sjáðu hérna liggur hann. Við getum pröfa að snúa honum. Sjáum hérna til dæmis þessum vinkli sjáum við y1 þetta hérna plan. Og við ætlum að heldur yfir þetta og nú getum við ekki notað okkur neina symmetríur x ásni, y ásni eða z ásni eitthvað slíkt vegna þess að þetta liggur allt í fyrsta fjórðungi. Þetta er ekki svæði sem symmetríst neina af plönunum, x z-plönunu, x y-planið eða z y-planið. Þannig að við þurfum að reikna, við þurfum að afmarka þetta svæði. Og við segjum, já ég ætla að notfæra mér að þetta hérna y eftir á 1-planið. Þannig að planið hérna, þá get ég látið y vera á bilinu 0 til 1. En þá þurfum við að sjá hvernig x miðað við z og hvernig x miðað við y. Og þá er best að teikna upp tvívíðarmyndir. Ég ætla að teikna annars vegar x y-planið. Og í x-y-planinu séðu þá ætla ég að taka út í að teikna z eftir 0. Þá er ég með punktana 0,0, punktin 1,1 og 0,1. Ég er sérst með 1,1 og ég er með 0,1. Það er hérna. Þessi 3 punktar. Og hérna. Og svona. Þetta er svæðið mitt í x-y-planinu. Og þetta hér þetta línan y jafnt á x og þetta er línan hérna y jafnt á 1. Þannig að ef við látum núna x fyrir að falla af y og segjum ég ætla að fara fyrst í þess átt hérna, sjáðu punktin hérna að færast, ég ætla að fara frá x jafnt á 0 upp í x jafnt á y, x fer frá 0 og upp í y, þá til að afmarka svæði þá er ég búin að afmarka allan hennar hérna þríhyrning og þá til að afmarka bara þennan hluta þá leti ég yfir á bilinu 0 til 1. Sem stemmir þetta hér. Nú skoðum þá hvernig z er með y. Þá látum við x vera 0 og tökum út x-nitin, þá erum við með punktana 0,0, 1,0 og 1,1. Við þennan hérna þríhyrning núna. Og þetta hér er aftur línan y eftir 1. Og þetta hér er línan z eftir y. Að munið við erum í z y-planinu. Þannig að ég ætla að afmarka þetta þannig að ég ætla að fara fyrst í þessa stefnu, í z-stefnuna. Z fer það frá línunni minni hérna, z eftir 0, upp í þessa línu. Afmarka allt sem er hérna. Þannig að z er á bilinu 0 til 1. Nei, og 0 til y fyrir ekki við. Og y aftur bilinu 0 til 1 og þá er þetta afmarkað. Þannig að við skulum pröfa að setja þetta upp. Þetta var þrefalda heildið yfir svæði R af sínus af pi sinum y þriðja dvf og við setjum inn mörkin okkar. Y er á bilinu 0 til 1. Y er eina sem er bara háð föstum, ekki háð hinum breytunum, þannig að það verður að vera ysta heildið mitt. Svo skiptir ekki öllu máli í hvað hinn tvö heildin koma, í hvað röð þau koma. Og við ætlum að láta þetta vera hérna sínus af pi y þriðja og segjum bara að þetta sé dz dx dy.
seta hérna á þá í þessi mörk, x er þá vísi í þessi mörk og y á bilinu 0 til 1. Þannig að við þurfum að heilda og fyrstu 2 skrifin koma hér, ég heilda mig til setu, þetta er bara fasti, þannig að ég fæ seta og svo setja inn mörkinu frá 0 upp í y, svo heilda ég mig til x og þá er þetta aftur bara fasti, þannig að ég fæ þetta sinnum x og setja inn mörkin mín og svo heilda ég þetta hér og síðan stoppfallið er ekki svo galið, það er kósinus af pi í þriðja og kósinus verður mínusins þegar ég diffra, þannig að fæ ég mínus 1 og ef ég myndi diffra innanfallina myndi ég fá 3 pi í öðru vil ég fá þar hér en 3 pi vil ég losna við, þannig að ég fæ mínus 1 á móti 3 pi og svo setjum ég inn mörkin minn frá 0 upp í 1 og þetta er 1 á móti 3 pi sinnum bara 2 og þá erum við komið niðurstöðuna. Hérna skiptir öllu máli að teikna upp svæðin aftur, sjá fyrir sér hvernig þetta er, sjá allavega fyrir sér hvernig þetta er í tvíviðplönum. Þetta eina breytunum vera 0. Segjum þetta